Sælblessuð, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson, þetta Pólitíkin 54. þáttur. Hún var heldur skammlíf sælan sem fylgdi afléttingu sóttvarna aðgerða síðast, öllu var skellt aftur í lás fyrir fáeinum dögum og gripið til ströngustu sóttvarna aðgerða til þessa. Á sama tíma hafa viðkvæmustu hóparnir verið bólusettir og margir spyrja sig hvort markmiðið sé enn að hlífa heilbrigðiskerfinu við of miklu álagi eða hvort markmiðið sé að enginn megi nú smitast af COVID-veirunni. Sigríður Á. Andersen einn fára þingmanna sem hefur verið gagnrýninn á þessar sóttvarnar aðgerðir allar og vísar þar í rannsóknir og tölfræði sem verast ekki ná inn í almenna umræðu. Sigríður, velkomin í Pólitíkina. Takk fyrir. Margir nutu þess frelsis sem var nú þó takmörkunum háð áður en öll var skellt aftur í lás. Þetta svolítið eins og spila lúdó og lenda aftur og aftur á slengunni. Hvernig var þér við að heyra af þessum herðingum nú og finnst þér líklegt að það standi einn stutt og gefið þeir verið út? Já, ég er orðin lensk alltaf þegar í ykkur viðtöl þá er alltaf að byrja að segja, já, Sigríður, hún hefur verið alveg bara brjáluð gegn öllu þessu saman, þannig ég þarf alltaf að byrja viðtöl og að segja, nei, það er nú ekki alveg þannig. Þú til mig sagðir áðan að ég væri svona eitt fára þingmann sem hefði gagnrýnt þessar sóttvarnar aðgerðir allar saman, sagður. Svo ég höldum því aðeins til haga, þá hef ég einmitt bara frá upphafi þessa fagnaði mjög viðbröðum sóttvarnar yfirvalda sem fólust í leiðbeiningarformi og tilmælum og ábendingum og nauðsynlegum upplýsingagjöf til almennings bara eðli þessara veiru og allt þetta sem við þurftum að læra og aðeins að fá tilfinninguna fyrir við hvað væri að etja. Og mér hefur nú sýnst þessar persónubundnu sóttvarnir sem að hófu strax bara í upphafi og var strax lögð mjög mikil áhersla á með skilaboðum sem ég held að hafi náð bara til hvers einasta heimilis á Íslandi og náttúrulega svo auðvelt hérna í okkar tiltölulega einsleita samfélagi sem að þótt að skilja þetta ekki allir íslensku en það er svona stutt til fólks. Að þá held ég að þetta hafi nú heppnast vel og maður bara fer yfir gögn og svona þessar bylgjur og þá hefur sýnt sig bara þessar aðgerðir og þessi skilaboð hafa virkað svo vel. Það er að segja menn sótthreinsi hendurnar og þessar fleti og svona og passi nálað við aðra, hvort sem menn eru kannski nákvæmlega, þóttu menn séu ekki alveg að telja 2 metrana eða eitthvað svoleiðis, heldur bara átti sig á því að þetta eru helstu smitleiðirnar, að vera í návígi við eitthvað sem er smitaður. Og þegar að menn hafa greindu í upphafi þessa faraldurs, fyrstu sem að kalla má kannski bylgjuna, þar að segja hraða aukningu á smitum, þá var strax lögð mikil áhersla á þessar aðgerðir og menn hlustuðu á það. Það sjáum við alveg, það er alveg óyggjandi vegna þess að við sjáum að stutt eftir að þær skilaboð voru brýnt fyrir fólki, að þá fór bylgjan, þá hægði á fjölgun smita. Og það gerðist nokkru áður en að gripið var síðan til þess sem við köllum síðan svona harkalegri aðgerða sem voru lokanir á fyrirtækjum og starfsemi á skólum, dregið úr skólastarfi og þar fram til göttunum. Þetta hef ég nú svona verið að benda á, byrjaði í sumar þegar maður fór að greina þessa, þá getur maður fara að sjá svona leita í aftur spegilinn, að mér finnst það svona alveg blasa við að það voru þessar persónubundnu sóttvarnir sem skiptu mestu máli, bara aðgerðir okkar sjálfra til þess að vega tempra þessa fjölgun smita. Svo gerist þetta aftur í sumar að verða loka landin, tekið 1. júní, einföldsskimun sem að við heldum öll og ég held að það hafi verið svona í huga stjórnvalda líka að það yrði kannski bara svona mánaðar tímabili eitthvað svoleið sem menn ætla að vera með einfalda skimun á landamærum. En svo heldur þetta einhvern veginn svona áfram og í ágústi tekið tvöföldskimun og svo gerist það mánuð eftir að við grípum til þessara lokunar á landamærum sem var eiginlega svona okkur að lofa eðlilegu lífi. Eftir það, þegar búið að skella í lás í Keflavík 19. ágúst, en mánuði síðar, þá fara menn að greina einhver smit sem menn fara að kalla franskt smit eða austur-evrópskt smit og alls konar einhverjum nöfnum og menn telja það að við komum með einhverjum ferðamanni, einhverjum muni kannski ef þú manst eftir því franska parið og ég veit ekki hvað og hvað.
Allt var þetta nú hljóma, þetta nú svolítið svona ævintýralegt vegna þess að þetta var svo löngu eftir að skellt var í lás. Og til dæmis þetta tiltekna franska par, sko, sem var nú aldrei nafngreint eða myndgreint, en það var mjög til umræðan og það liggur alveg fyrir hvernig það kom inn í landið, var aldrei almennilega upplýst sko, hvort að það hefði brotið einhverja sóttvarnareglur, en það var mjög dregið úr því þegar menn fór að spurja það, þau hefðu raunin ekkert gert það. En þetta smit sem átti að hafa verið rakið til þeirra, það var greint alveg sko löngu eftir það átti að hafa komið til landsins. Og ég kallaði sérstaklega eftir þessum upplýsingum raðgreiningu þessa smitt sérstaklega sem kallar bláa og græna smitið og þetta voru allt mikil fræði hjá Íslenska erfðagreiningu sem ég fekk nú aðgang að einhverjum tímapunkti og verð að segja og aðrir sem skoðu það, mönnum fannst það eitthvað svona ótrúverðugt sko að tefla þessu smiti, tengja það við franska parið, en það held ég að Kári hefði nú síðar meir svona dreigð úr því og beðið fólkum að vera ekki að kalla þetta franska smitið og annað og ég held að það sé ekki alveg hægt að tengja þetta saman sem bendi til þess og þetta skiptir miklu máli. Mér fannst þetta skipta miklu máli og ég lá svolítið yfir þess og gerði kröfum það að þetta yrði gert meira opinbert, þessar raðgreiningar og þessar smitrakningar, auðvitað ekki með persónugreinanlegum upplýsingum, heldur bara hvernig þannig menn sæju hvernig landið lægi. Þetta skiptir máli vegna þess að þá getur maður svona dregið þá ályktun að þessar aðgerðir á landamærunum 19. ágúst og þær hafi ekki skipt svo miklu máli sko. Þegar sýnt að það kemur auðvitað alltaf smit inn í landið. Og þetta smit, það þarf enginn að segja að því menn tala þetta sé svo rosalega skæð veira, hún liggur ekki svona mikið í lágin að hún greinist mörgum vikum eftir að ykkur á að hafa komið inn í landið með hana. Þannig þetta hefur komið með einhverjum öðrum hætti og kannski miklu seinna inn í landið. En 2 mánuðum eftir að við skelltum svona í lás 19. ágúst, þá var gripið til harkalegustu aðgerða sem við höfum séð. Ég hef nú nefnt að harkalegustu aðgerða á lýðveldistímanum. Svona, það að segja inngripi í frelsi manna sem að hefur eiginlega og þær aðgerðir hafa eiginlega staðið bara sleitulaust þangað til núna fyrir skömmu þegar þeim var aflétt. En svo aftur erum við stödd í þessu sama og nú skellt í lás með 3-faldri skimun. Ég hef nú spurt, af hverju ekki 4 skimunum með 5? Af hverju eiga menn að sætta sig við 3 skimanir? En þannig að mér finnst þetta nú svona full kannski mikið og ekki einu svona af hinu góða. Þannig að, og eftir að við, núna mánuð eftir að við tókum upp þessar 3-faldri skimun á landamærum, að þá erum við samt að grípa til aftur hörðustu aðgerða. Og einhver að segja kannski hörðustu, þetta kannski sambarilegt og það aðgerðir sem við vorum með síðast. Sem eru gríðarlega harðar og þetta mikið inngrip í bara réttindi borgarana og þú bendir réttilega á eða dregur fram þá spurningu sem að mér finnst nú bara skipta með máli hvert markmiðið, fletja kúrfuna og allir voru búin að læra hver þessi kúrfa var og allir voru samtaka í því að fletja þessa kúrfu þar að segja hægja á fjölgun smita, að fjölgunin yrði ekki svo rosalega hröð að hún myndi bara koma eins og flóð yfir spítalan og nú bendir ekkert til þess að slík svona bylgja sé í augsýn sko. Og fyrir utan það að við erum búin að bólusetja okkar viðkvæmasta hóp, allir 80 ára og eldri búin að fá 2-falda bólusetningu, þannig full bólusettir og bara á næstu dögum held ég að 70 ára og eldri hafi fengið aðra sprautuna, allir og þeir sem að vilja þar að segja og þannig að sem veitir mjög mikla vörn gegn þessari veiru að þér vísindin segja, sem maður vitnar nú í þessa vísindamenn eins og mjög tísku að gera núna. Þannig að, já, mér finnst þessar aðgerðir vera svolítið drastískar að þessum tímapunkti og ég óttast að þær verði ekki skammvinnar þótt að það hefur verið teflt til þeirra með því fororði. Ég bara rifja upp að það var sama átti við allar hinar aðgerðina líka. Alveg frá því að við bara tókum fyrstu skimanirnar í júní, þá hefur alltaf verið talað með þetta svona tímabili, sjáum hvað gerist og svona. Og auðvitað er það alltaf þægilegast auðvitað fyrir fólk að segja bara, já við sjáum bara hvað gerist og ég hefur rétt þess að skipta skoðun og þetta þarf að fara eftir þróun faraldursins í öðrum löndum og eitthvað svona. En nú reyndar komið svo staða upp að mér finnst við ekki geta alveg bara skýlt okkur á bakvið hvað er að gerast í öðrum löndum, heldur hljótu við að þurfa að fara að horfa á hvað er að gerast á Íslandi og það sem er að gerast á Íslandi er að við erum að bólusetja viðkvæma. Ekki, og við erum ekkert að bólusetja þá upp á með þær væntingar í huga að það bólusetta fólk það get ekki smitast
ég held að það hafi nú komið fram hjá flestum sérfræðingum að bóluefni, þetta bóluefni eða þessi bóluefni eins og önnur bóluefni, þau kom ekkert í veg fyrir að kannski menn smitist, en það sem þau gera og skiptir lykilatriði hér í þessu, það að koma í veg fyrir að menn veikist illa og þetta koma í veg fyrir kannski að menn deyji og fæstir veikjast mikið sem eru bólusettir. Þetta finnst mér skipta máli og það þetta sem við þurfum að horfa á hérna innanlands af því það ekki búið að setja í rauninni svona eitthvað skilgreint enda markmið. Nei, við vitum ekki núna sko, þú veist, hvar menn ætla þá að segja, herðu, við erum bara stopp í þessu verkefni og hérna nú förum við bara aftur inn í venjulegt líf. Það ég vil talað að það þurfi svo að gera rannsóknir á því hvernig hjarnóðnæmið hvort ég hefur náð og hvernig það virki og svo verið að tala ykkur afbrigði sem mögulega bóluefni ná ekki til og svona og þá veltum maður fyrir sig auðvitað ef við erum að fara að vera hérna kannski 4-5 ári þessu verkefni með þessar lokanir þá náttúrulega erum við ekki að fara að verða aftur sama samfélag við vorum áður. Það hlýtur að vera augljóst. Já og svo það sem náttúrulega liggur mönnum á alveg vera fulljóst að það verða ekki allir Íslendingar bólusettir af ýmsum ástæðum. Við verðum ekki öll bólusett. Sumir vilja ekki bólusetningu, aðrir bara mega ekki fá bólusetningu og þar fram til göttunum. En mér hefur bara fundist og Íslendingar hafa almennt verið mjög jákvæðir gagnvart bólusetningum. Það ólíkt því sem að menn eiga að venjast í öðrum löndum, jafnvel bara eins og það sem við köllum bara mjög upplýstum löndum eins og Þýskalandi og Frakklandi, þar sem að almenn bólusetningar þáttaka ekki mikil. Og hún verðist vera ennþá minni gagnvart þessum faraldri ótrúlegt með virðast með að við áráðurinn sem hefur verið fyrir því hversu hættuleg þessi veira að þá hefur fólk bara lagt einhvern veginn á það mat að það virðist ekki vera mikil æsingur í að sækja bóluefni þar. Þannig að það líka staðurinn sem við erum að horfa, þurfum að átta okkur á að okkar bara þessar vinaþjóðir, þær verða ekki bólusettar trúlega ekki sama mæli og Íslendingar. Og við ætlum auðvitað ekki, ég get ekki ímyndað mér að menn hafi áhuga á því að loka á öll samskipti við þessi ríki bara því að þeir hafi ekki náð upp sömu bólusetningar hlutfalli við. En svo maður hefur nú lært það, maður leyfir sér nú aðeins að fjalla þessi mál þótt maður sé ekki sérfræðingur á þessu sviði. Mér finnst svolítið bera alltaf svolítið á því að það þetta svona óþol kannski fyrir tjáningunni þessi máli, kannski eins og mörg önnur mál að menn þurfa að vera einhverjir sérfræðingar í þessum efnum en þó mikið höfum við kannski langt flest okkar verið aðeins að lesa okkur til þetta og heyra í fólki og í sérfræðingum. Ég nú sjálf verið þín megin við hennar hljóðnum og tekið viðtöl við heimsfræga sérfræðinga á þessu sviði og þeir hafa bent á flestir þessar sérfræðingar með þessi smitsjúkdómum að þetta svokallaða hjarðónæmi auðvitað ekki eitthvað svona fyrirbæri sem að menn ákveða sér að ná, þú veist, með einhverjum tilteknum hætti, heldur þetta bara náttúruleg þróun á svona farsóttum og veirusýkingum og af þessu toga. Það að segja hjarðónæmi verður til fyrir verkan ýmissa þátta meðal annars bólusetninga en ekki bara bólusetninga. Það eru bólusetningar og líka í gegnum það að menn að smitast. Heilbrigt fólk smitast sem verður ekki mikið veikt og fær ónæmi og þar fram til göttunum. Þannig að þetta samspil margra þátta og þannig að það kannski svolítið erfitt og með þetta full bratt eins og ég heyrði einhvern vera að tala að hjarðónæmi myndi var að spyrja, veltaði fyrir sér að hvort eitthvað fullyrti það væri búið að ná því í júní, þá eitthvað frekar í september. Ég held að þetta sé svolítið brött skilgreining á hjarðónæmi og menn séu kannski mögulega eitthvað miskilja þetta fyrirbæri. Þannig ég hef engar væntingar til þess að hægt verði að gefa út eitthvað vottorð hér að það væri eitthvað hjarðónæmi til staðar hér á Íslandi eitthvað tiltekna mánuði á þessu ári eða næsta sko. Þetta bara einhver þróun sem menn þurfa átt að segja og svo stökkbreytist þetta og svona. Þannig að þessi kannski skilaboð sem að við fengum líka í upphafi þessara veiru meðal annars frá sóttvarnalæknum að við þyrftum bara að læra að lifa með þessara veiru þau hafa kannski farið svolítið fyrir ofangarð og neðan og það kannski líka stjórnvöldum að kenna að þau hafa ekki vegna þess að þau hafa ekki verið að leggja línutnar
það hvernig á að lifa með þessari veiru. Því nú bara allir að einbeita sér bólusetningunni og menn getur ekki eins og svara því hvort að það þýði að við getum slakað á þegar búið að bólusetja 70 ára og eldri eða 60 ára og eldri. Veist? Þannig ég hef tekið svona þann bara í höfn og litið á 60 ára og eldri og allt þetta framlínu fólk sem að og aðra þá sem vilja fá bóluefni sko, að þegar því lokið þá ættu við bara að fara að snúa okkur á öðrum hlutum sko, og tjekka okkur út úr þessu partíi sem þetta COVID og fara að snúa okkur á öðrum afar brýnum málum eins og uppbyggingu og rekstri þessa heilbrigðiskerfis til lengri tíma heldur en bara 3 vikur fram í tíman eins og þetta virðist vera rekið núna í dag með við áhersluna sem lagður á COVID-málin. Vegna þess að það náttúrulega einhvern veginn eins og allt annað sé á bið með en þetta einhvern veginn tekur yfir allt sviðið. Engin liggur á spítalanum en samt sem áður, það má ekki gleyma því sko. Og það kannski að stjórna, og það þá mjög óheppilegt og óeðlilegt ef það að stjórna til dæmis neyðarstígi spítalans. Ef að menn ætla að tefla COVID fram sem afsökun fyrir því að setja spítalan á neyðarstig í dag, þegar ástæðan kannski raunverulega svo að það ekki hægt að færa aldraða einstaklinga á spítalanum sem að þurfi ekki lengur á spítalaþjónustu að halda heldur en þurfi öðruvísu umönnun. Það ekki að færa það fólk af spítalanum og spítalan að eiga við þennan sem kallaði fráflæðisvanda. Þá verða menn að tala skýrt, það ekki heiðarlegt að draga COVID inn í það. Þetta hefur svolítið verið umræðan í Bretlandi líka sem að mann hefur fundist ósangjörn vegna þess að kerfið það sem kallað NHS, spítalakerfið, það hefur átt í vök að verjast, átt í miklum vandræðum í áratug, mjög miklum vandræðum. Og svo sprettur COVID og þá svolítið svona eins og menn hafi svona afsökun fyrir því að kalla eftir meira fé og uppbyggingu í NHS og þetta sé alltaf þetta alltaf heljar þrömm út af COVID þegar að menn vita það mæta vel að spítalinn eða það kerfi var að þrotum komið löngu áður en að þessi veiru faraldur brást á en auðvitað hjálpar hann ekki til. Og það þess vegna sem ég segja að menn þurfa að setja miklu meira orku og þá fé til dæmis, fé sem við erum að eyða núna í þessar sóttvarnaaðgerðir. Ég held að þær myndu gagnast þjóðinni miklu betur til lengri tíma við það að byggja upp heilbrigðiskerfi þannig að við getum treyst því og við getum sofið rólega, vitandi það að spítalinn getur tekið á móti 100 smitum, COVID-smitum eða 100 einhvern veginn öðruvísi smitum sem dúkka upp einn daginn, kannski á einni viku sko. Mér langar aðeins til að fara aftur í bólusetningarnar vegna þess að þú ert formaður utanríkisnefndar og þú vaktir að athygla því á dögunum að framkvæmdastjórn ESB ákvað bara að taka EES-löndin og önnur lönd reynda líka og setja þau út úr þessu samfloti í bóluefnunum. Hvað stendur það mál hér og nú? Já, það var alveg með einhvern veginn miklu mólíkindum að fylgjast með því ákvörðun sem birtist frá Evrópusambandinu þetta. Nú það þannig í Evrópusambandinu og hefur verið frá því að þessi faraldur byrja, það hefur verið bann á útflutningi á alls konar tækjum og tólum og þar á meðal bóluefnum út úr Evrópusambandinu. Og áður en menn fara að hrista hausinn yfir Evrópusambandinu sem mönnum alveg frjálst að gera, ég ætla ekki að stoppa því að gera það en út af þessu máli sérstaklega, að þá þetta svipað kannski og þeirri lagasetningu sem við stóðum fyrir upphafi faraldursins sem að hljóðaði upp á bann við að flytja út lyf og lækningatæki sem að gagnast í þessum faraldri. Það svona, ég man ekki hvort það tímabundið eitthvað svoleiðis en það minnst okkur í gildi á á Íslandi bann við því og það á við bara til allra landa sko. Þannig að þetta var gert þess að stemma stigu við að kannski einhverjir innflytjendur sem lægi á okkur lyfi sem að myndi gagnast þeir færu að selja hæstbjóðandi eitthvað staðar annar staðar. Já. Þannig að þetta bann hefur verið í Evrópusambandinu en á sama tíma hefur verið listi fyrirliggjandi af hálfu Evrópusambandsins sem að yfir ríki sem að njóta undan þá frá þessu banni og þar á meðal eru Ísland og Noregur og fleiri lönd reyndar líka. Og ég veit ekki af hverju þau hafa sett þessi önnur lönd þarna inn á þetta en gott og vel þau hafa gert að það væntanlega einhverju viðskiptasamningar og það bara út af samskiptum að sambandi þessara ríkja af Evrópusambandi. En svo gerist það í síðustu viku að Evrópusambandið ákveður að kippa þessum lista úr sambandi
og þar með Ísland og Noregur bara undirsett þessu banni. En á sama tíma þegar var farið að kanna það hér á landi og í Noregi að þá var því svarað til að að vissulega væri auðvitað ESB skuldbundið Íslandi samkvæmt þessum sameiginlega innkaupasamningi sem Evrópusambandið og Ísland og Noregur stóðu að gagnvart öllum bóluefnaframleiðendum. Þannig að við erum ennþá alveg ágætlega sett með það, menn honum verður fylgt eftir og við eigum ennþá rétt á bóluefni bara eins og sá samningur kveður á. En voru það mistök, nú Sigmundur Davíð komið fram og sagt að það hafi verið mistök að festa okkur svona í samstarfinu við Evrópusambandi, við þeim átt að nýta fullveldi til að vera að gera alls konar aðra samninga líka? Já, sko, ég vil ekki kannski taka svo djúpt í árunni að segja að það hefði verið mistök að gera þennan samning með Evrópusambandinu. Nú bara þetta veit ekki hvenær hann var gerður, hversu seint í ferlinu hann var gerður, hann var nú og það var verið að semja mjög seint við þessa bóluefnaframleiðendur. Það liggur nú alveg fyrir. Bara alveg 30. desember við Johnson & Johnson til dæmis og við erum ennþá að gera samninga samkvæmt þessum samningi við einhverja framleiðendur. En við hefðum hins vegar átt í öllu falli bara strax í upphafi þessa faraldurs að kanna bara hvernig þessi bóluefnaframleiðendur kanna möguleika okkar á að taka upp einhvers konar tvíhliða samband við þá. Alveg óháð því hvað vorum að gera með Evrópusambandinu áður en að sá samningur gekk í gildi, en í þessum samningi við Evrópusambandi sérstakt ákvæði sem kveður á það að löndin sem eru þarna undir að þau skuldbinda sig til þess að kaupa ekki frá þessum tilteknu framleiðendum sem eru þarna tilgreindir, sem eru, ég man ekki 6 eða 7 framleiðendur, að fara ekki beint til þeirra, heldur kaupa inn í gegnum þennan samning. Og við hefum kannski átt að reyna sem bara lítið land og sem EFTA-land, sko. Og það hefði ekki klagað kannski upp á Evrópusambandsríkin. Kannski skilur það að þau eru að reyna einhvern veginn að halda einhverju ordru í þetta, hafa einhverju svona systemi í þessu fyrir sig, en bara veit ég ekki hvort það var reynt einhvern veginn að Ísland reyna að halda sínum einhvern veginn hagsmunum og sinni stöðu sem ekki Evrópusambandsríki til haga. Og það er bara mjög mikilvægt að Ísland geri það alltaf í öllu svona samstarfi. Þannig að við erum, sko, við getum samkvæmt þessum samningi ekki hlaupið beint til, segjum bara Moderna og keypt beint bóluefni frá Moderna. Hins vegar, eins og ég hef síðan verið að benda á, kemur þessi samningur Evrópusambandsins ekki í veg fyrir að Ísland gæti haft samband við til dæmis Þýskaland og óskað eftir að kaupa frá Þýskalandi, Þýska ríkinu, því það öll þessi bóluefni eru keypt af ríkjónum sjálfum, þetta er ekki beint, það þarf ekki að díla við einhverja innflytjendur þarna, af Þýska ríkinu, eitthvað bóluefni sem allir Þýska ríkið er ekki að nota. Og það hafa verið undanfarna vikur miklar fréttir af því að í ýmsum löndum að þá hafi bóluefni þarna staðið autt í langan tíma af því að menn hafi ekki komið út af einhverjum ástæðum. Sumum ástæðum að því að eins og AstraZeneca að það hafi ekki, það var bara tekin ákvörðun að fresta aðeins notkun þess. Þannig að það er búið að liggja nokkrar vikur óhreyft í þessum löndum, eða sumum löndum. Svo í öðrum löndum og með annur bóluefni hafa bara legið vegna þess að menn virðast ekki hafa haft infrastruktúrin, sko, innviðina til þess að koma á þessu kerfi þessu fína kerfi sem við höfum til dæmis. Það virðist vera einhver svona við bólusetningarnar sjálfar. Við bólusetningarnar sjálfar, sko. Þannig að það hefur bara gengið hægar. Já. Og það hefur maður svo sem séð á tölum yfir, þess að áhugaverða tölur yfir hversu marga daga það hefur tekist að bólusetja fyrstu 100 milljónirnar og það bólusetja eitthvað 500 milljónir sko mannanna og það er náttúrulega gekk mjög hægt fyrst en nú er þetta að fara að ganga rosalega hratt í löndum eins og Bandaríkjunum og Bretlandi og það er sérstaklega áhugavert í Bandaríkjunum að þeir hafa ekki svona opinbert skráningakerfi yfir sína borgara eins og Evrópulöndin gera, fólk er almennt ekkert endur með kennitölur og svona, en það hefur gengið rosalega hratt þar, þeir hafa náð að koma hratt kerfi, en þetta virðist ganga mjög hægt á meginlandi Evrópu. Og að þessum ástæðum hef ég bara verið að leggja mér finnst það nú óboðlegt að bóluefni liggi á hafnabakkanum orða þannig, eða einhverju lagergeymslu í margar vikur, af því að menn eru annarkvort að hugsa máli hvort þeir ætla að nota það eða bara menn í einhverjum vandræðum. Og þá er ég ekki að tala endilega Ísland í þessu ég hef bara lagt áherslu á akkur könnum við ekki hvort að við getum fengið lánu þessi bóluefni.
getum við fengið þið ætla ekki að nota AstraZeneca næstu 3 vikurnar, getum við ekki bara tekið hann næstu 3 vikurnar og við bara borgum ykkur þegar við fáum okkar skamt, sko. Og eins með önnur bóluefni, ef það einhver önnur bóluefni sem liggja á lausu í þessum löndum. Þetta finnst mér að þurfum við að kanna og hafi þurft að kanna fyrir nokkrum vikum og benda á það, þú veist, ég bara hef bent á þessa möguleika. Þannig að, en þetta er auðvitað Evrópusambandi, þetta er mjög sérstakar aðstæður eins á sama tíma og þeir voru að banna útflutning á bóluefninu AstraZeneca. Nú tóku þeir sérstakar ákvörðun síðan í dag, sko, að takmarka AstraZeneca útflutningin út fyrir Evrópusambandið og eru auðvitað að reyna einhvern veginn í einhver stríði við Bretland. Á sama tíma hafa þeir verið núna í nokkra vikur að reyna að grafa undan trúverðuleika efnisins og bara æðstu stjórnendur þarna, kanslari og forseti hafa lýst yfir að þeir ætla ekki að taka þetta efni og svo hafa þeir skipt skoðun og þetta er allt í furðulegasta. Og svo ekki síst er þetta furðulegt í því ljósi að þetta AstraZeneca og þessi framleiðsla sem á sér stað í Evrópusambandsríkinu, Belgíu minnir mig, en þetta eru verksmiðjur sem eru í eigu sko Breta og Svía einhverju leyti, þetta er svona breskt-sænskt fyrirtæki og er í eigu Breta. Þannig að þetta er auðvitað með miklum ólíkindum einhvern veginn hvernig þetta er hvernig Evrópusambandinu hefur tekist að það er kannski ekki sanngjarnt að segja klúður en sem komið en þetta hefur gengið illa hjá þeim og þetta er ótrúverðugt líka. Þetta hefur verið bras og brölt og svo litið öðruvísi heldur maður sá fyrir sér áramótin þegar maður var einhvern veginn að horfa á að bóluefnið var að koma og maður sá einhvern veginn fyrir sér bara syngjandi gleði fram eftir árinu við það að koma því í fólk, vítt og breytt. Ég var nú aldrei svo bjartsýn sem skal ég segja þér. Einhverju voru það allavega. En aðeins landamærin, sko, maður sé nú bara leið og einhver smitast af veirinu þá kemur það bara strax á Facebook loka landinu, loka landamærunum og þú fórst nú aðeins yfir það er nútlega mjög íþingjandi hvaðir það er ekki svo landi standi hér gal opið, það er eiginlega valla hægt að segja að það sé opið við þessar aðstæður. Við þetta er að fara að bætast önnur úrræði eins og farsóttarhús sem að fólk getur verið skyldugt til að fara í sem að kemur frá slíkum löndum og það er samhangandi með þessu litakóðunarkerfi sem á að taka í gagnið og maður sér það líka að hugmyndir eins og dómsmálaráðherra það þá að hleypa fólki í gegn sem er sannlega bólusett eða búið að fá veiruna og með mótefni að það einhvern veginn fellur líka í grýttan jarðveg hjá almenningi og þetta er að verða svolítið snúin staða í þessu landamæra máli öllu sko bæði það einhvern veginn að koma fólki í skilning það bara hver raunverulega staða málsins er og hvenar við getum komið þar í gangi einhverju starfsemi sem getur nálgast að vera eðlileg. Ég held að hluti eða helst ástæða kannski fyrir því að ef við megum vísa til almennings auðvitað er það mjög loðið hugtak sko. Bara í því sambandi, áður fyrir þetta, bara í því sambandi menn vísa svona í skoðanakannanir sína að allur bara almenningur bara styður þessar sóttvarnaraðgerðir og ég veit ekki hvað og hvað. Ég meina auðvitað ef það hringt í mig sko, ég myndi nú kannski ekki segja ef það væri gefið sko möguleika bara já og nei sko, þá myndi nú kannski segja nei en sko lang flestir auðvitað segja já að því að menn styðja auðvitað í megin atriðum þessar aðgerðir, þú veist, menn auðvitað styðja það þessi sóttvarnaraðgerðir sko. Það skiptir svolítið máli hvernig er spurt í þessu sko. Þannig að menn þurfa að vera alveg gallharðir pólitíkus, kannski svo ég ætla að segja nei, bara til þess að reyna að hafa áhrif á skoðun á könnun og niðurstöðum sem slíka. En eins og ég sagði í upphafi að auðvitað styðjum að sóttvarnaraðgerðir sko, fyrr má nú vera. Þannig að menn svara þessu svona, en svo svo velti ég nú einu fyrir mér. Ég veit nú ekki hvað margir hafa farið á gosstöðvarnar núna. Það er að blifi 20.000, ég meina kannski meira. Þetta er mörg þúsund manns sem hafa farið þarna. Fólk fer þarna, nú þrátt fyrir það að sóttvarnalæknir er að biðja fólk að fara ekki, fólk fer samt. Og þá velti maður fyrir svo þetta fólk sko hefur alveg örugglega svarað þessari skoðanakönnun, já, ég styð sóttvarnaraðgerðir sko. En það fer samt sko og það fer á hvaðanum og það fer allt þetta, tekur bara sínar eigin ákvarðanir.
Þannig að ég sko bara benda á það að ég tek sko léttvægt með mark á skoðanakönnunum í þessum efnum. Svo ég haldi því bara aðeins til haga. En ástæðan fyrir því kannski að fólk orðið margir vilja bara loka landinu eins og þú segir, að það var náttúrulega sagt við fólk í haust, það verður bara eðlilegt líf innanlands. Við bara getum öll fara á tónleika og ég heyrði það, ég sá að Bubbi Mortens, hann var orðinn helsti talsmaður þess að bara loka landinu og allir þessi listamenn og svona sem auðvitað sáu fram á, ef það yrði ekki gert, að þá gætu þeir ekki haldið jólatónleikana sína, sem auðvitað stór bara þáttur í þeirra tekjum. Og maður skilur það alveg fullkomlega. En hvað gerðist? Þeir gátu ekkert haldið þessa tónleika sína. Það er að lífið hefur ekkert orðið eðlilegt. Og það mér finnst það nánast bara illa gert, sko, að reyna að halda því einhvern veginn fram, að við getum lokað landamæranum og haft það svona nokkuð, eins og einhver segir, já, svona nokkuð eðlilegt líf. Og hvað eðlilegt? Mjög margir eiga eðlilegt líf núna í þessu, þetta klagar ekkert upp á þá, sko. Þeir sitja heima og þeir missa einskis í tekjum sínum, geta verið í tölvunni og sent, skjölin sín í vinnuna og haldið fjarfundi og þetta bara ekkert vandamál fyrir mjög margt fólk. Og svo segir einhver, að loka líkamsræktarstöðum, það eitthvað mál? Ég meina, þú getur bara að fara út að hlaupa. Það bara ekki alveg þannig, sko. Eitthvað sem hefur verið að, eða fyrir fótboltaliðið okkar, sko, þið getur bara farið að spila skák eða eitthvað á netinu, sko, ég get ekki farið að æfa það, sko, landslið, í staðan fyrir að fara á einhverja fótboltaæfingu, get ekki bara tekið eina skák. Þetta auðvitað ekki, sko, ávísun á eðlilegt líf. En og svo það náttúrulega þeir sem hafa mist vinnuna, sem eru auðvitað mjög margir, yfir 20.000 manns hátt í 30.000 manns sem hafa mist vinnuna hér. Og menn eru ennþá í þessu kerfi að fá kannski óskertar tekjur, með svona láglauna fólk og millitekjufólk kannski að fá óskertar tekjur. Þannig að það finnur heldur ekki ennþá fyrir kannski skerðingunni. En lífið auðvitað ekki neitt í líkingu við eitthvað það sem við viljum kalla normal. Það eru fyrirtæki lokuð og það verður það áfram og ég hef alltaf bent á það, gerði það síðasta haust þegar maður heyrði hagfræðingarnir mitt alltaf fara að reikna út þetta eðlilega líf. Ég sagði, þetta alveg aðskild ákvörðun að loka landinu og það að halda veitingastöðum opnum eða verslunum eða skólum. Þetta bara tvennt ólíkt. Og það ekkert sjálfgefið að lífið að það verði allt opið innanlands þótt að landamærum verði lokað. Það bara ekki þannig og það hefur enda komið í ljós og að rætast núna. Þannig að, og með varðandi skólana, það var bara fréttum í dag að jú, það var kannski að opna skólana núna eftir páska en það verða fjöldatakmarkanir í þessum skólum sem auðvitað ekki fullur skóli þá, eða eðlilegt skólahald. Og veiran auðvitað í samfélaginu áfram. Já, veiran verður áfram í samfélaginu. Hún greinist ekki, hún þarf ekki endilega alltaf að koma innan þessi landamæri. Nei, hún bara liggur á yfirborði og enga á það. Já, fólk sem finnur aldrei en einkenni sem hefur enga ástæðs að fara í skimun og þannig að þetta, sko, það verður erfitt við þetta að ráða. Þannig að þetta kannski ástæðan þess að því þú spurðir, sko, fólk bara almennt vill harðar aðgerðir og svona. En ég held nú að þegar menn átta sig á þessu og þetta kannski fyrir að býta, að því endan með þetta fyrir þetta að býta. Auðvitað verður hluti af fólki sem að verður fyrir miklum skakkaföllum vegna þessar aðgerða sem mun aldrei hann mun aldrei fatta að skakkaföllin eru út af þessum aðgerðum. Skakkaföllin munu koma fram seinna, kannski eftir nokkur ár, í ýmsu formi. Í formi kannski lélegrar heilbrigðisþjónustu á öðru sviði. Í formi atvinnuleysis kannski eftir 1 ár eða 2 ár vegna þess að menn hafi ekki náða að þróa áfram. Já. Þannig að falin rekstravandi hjá einhverjum. Já, nákvæmlega. Þannig að ég ætla ekki að segja því miður að menn átti sig ekki á því en þannig verður það, sko. Það verður eitthvað sem ekki tengja. Og ég setti nú laggirnar svona hóp bara sem átti að vera svona umræðahópur fyrst á Facebook og svona en komum síðan upp heimasíðu og erum að uppfæra hana núna mjög rækilega. Við kallum hópin svona út úr kófinu. Hópur af sérfræðingum á ýmsum sviðum sem að bara vildi koma aðeins saman og leggja eitthvað sitt svona að mörkum og eitthvað til málana.
með það markmið að varpa ljós einmitt á heildarmyndina. Heildarmyndina í þessu öllu saman. Og að benda á að það sé ekki bara hægt að líta á afleiðingar þessara veiru per se, það þurfa að líta auðvitað á lýðheilsu afleiðingar almennt, sko, hvað felur það í sér að fólk sko hættir að fara í líkamsræktina sína og kemur sér ekki út í það að fara að labba hérna á fjöll hérna með 20.000 hérna í gosinu, sko, og heldur sér ekki í formi því sem þeir sinni rútínu. Hvaða áhrif hefur það á langtíma heilsu þessa fólks og jafnvel bara á möguleika þessa fólks þess að berjast við COVID eða skildi fá þessa SARS veiru í sig, af því það er nú eitt sem að menn sérfræðingar hafa bent á, að fólki yfirþyngd og sem er ekki í formi, það eigi erfiðara með að berjast við þetta. Þetta er eitt, og svo er bara efnahagslegu afleiðingarnar almennt sem er auðvitað lýðheilsu mál líka. Þú veist, það að missa vinnuna, jafnvel þóttu fáir einhverjar bætur, þú veist, það að missa vinnuna til lengri tíma er bara hræðilegt. Og það er það hræðilegasta sem að færa að grassera í svona frjálsu, þú veist, þjóðfélagi eins og okkar. Þá er það langtíma atvinnuleysi. Og það má ekki gerast að það verði þannig. Og það bætur til þessa fólks sem er atvinnulaust, það er ekki, það nettar ekki út, sko, hérna neikvæðu afleiðingar af atvinnuleysi. Nei, og svo fer það að gerast auðvitað að þetta fólk fer að fara að strípa að bætu, það verður ekki endalaust þetta framlengja það að það séu tekjutengdar eins og þær voru, það er alveg útilokað að gera það til lengri tíma litið og eins bara með efnahagsaðgerðirnar almennt að það er hljóta einhver tíman að þurfa að renna út og þetta er þannig að, en þetta er auðvitað eins og þú segir, þetta er auðvitað þau sjónarmið og það er kannski það sem kemur manni óvart núna rúmu ári seinna, við erum ekkert farin að ræða allt þetta og manni finnst stundum svona að því ég þekki nú bara fólk sem er að glíma við atvinnuleysi sem að bráður í góðum og fínum tekjum er hérna ekki með neitt framhald fyrir fram að sig núna rúmu ári seinna. Ég bara þekki líka fólk sem er að glíma við önnur heilsufarsvandamál heldur COVID sem fær enga athygli og almenna viðhorfið er bara svolítið svona að þetta mæti bara afgangi í þessu verkefni sem getur þetta verið bara mjög hættulegur hugsunarháttur og hlýtur að þurfa að fara að kalla það að bæði fjölmiðlar og aðrir fari aðeins að setja ljósin á ýmislegt annað sem er að gerast, þannig að þetta verði ekki svona þetta er aðeins farið að minna mann svolítið eins og á þetta meðvirka andrúmsloft sem að var hérna á góðærisárunum, það bara voru einhvern veginn allir að klappa upp gulldrengina, það mátti ekki gagnrýna þá, allir sem gerðu það þeir voru utangars og hérna og svo bara allt í einu blasir við nýtt sjónarhótt þegar efnahagsurinn kemur og þá verður allir voðalega hissa og engin gagnrýndi og engin spurði þetta spurninga blasir við að keisarinn er nakin og ég hef það mjög mikið tilfinningunum við séum og gætu mögulega verið auðvitað þetta eðlislega allt annað hlutur og allt það en það er bara þessi sko þessi skortur á spurningum og þessi svona skortur á athygli á ýmislegt annað sem er að gerast í samfélaginu sem vekur með manni bara ákveðin ugg. Og það var þannig þegar við breyttum sóttvarnalögunum núna í febrúar á þinginu, endurskoðum ekki öll lögin, það býður ennþá, hérna, það er verið að það er mjög brýnt að það fari fram heildar endurskoðun á þeim lögum, en við þurftum að breyta sóttvarnalögum til þess að renna stoðum undir þessar aðgerðir sem við vorum búin að vera í. Það var búið að vera að benda á það að þær væru í raun ekki með lagaheimildir þessar aðgerðir. Það er auðvitað ofboðslega alvarlegt mál þegar svona mikið inngripin í frelsi manna, atvinnufrelsi, persónuréttindi og annað og persónuvernd jafnvel, þá er það mjög alvarlegt að það skulle hafa verið farið í það að hafa skýra lagaheimildi fyrir því. En sóttvarnalögunum var breytt. Fyrir utan náttúrulega baka ríkinu mögulega sko mikla skaðabótaskyldu inn í framtíðina. Já, einmitt. En við breyttum lögunum og lögðum áherslu á það var sérstaklega lögð áherslu á það að það þyrfti að gæta meðalhófs og annað og hérna ýmis atriði í þessu efnum en til dæmis að því að þú nefndir áðan að nú ætti að fara að taka upp farsóttarhúsin, skyldu til þess að dvelja í farsóttarhúsum og landamænum sem er kannski að nýjasta svona nýja aðgerðin sem við verum að fara að taka upp. Og það kann að vera, eins og þú segir, að almenningur öllum bara finnist þetta æðislegt sko, að skylda alla sem koma inn til landsins til að dvelja í 5 daga í einhverju farsóttarhúsi. Nú er komið í ljós að þetta, að það verður að tekið neitt einhver hótel, nú veit ekki, við höfum öll gist á hótelum sko, þau eru kannski 20 fermetra herbyggin eða ég veit ekki hvað sko. 5 daga dvöl í slíku
það sem ekki má fara út úr húsi. Sem í rauninni eins og stofufangelsi. Nei, ég menn þetta bara eins og gæsluvarðhald, ég menn og jafnvel held ég að gæsluvarðhaldsfangar njóti nú frekari rýmri réttinda heldur en þetta. Þeir minnst ekki borga fyrir nóttina sjálfur. Þeir þurfa ekki borga, nei, nú það líka komið. En ég hef verið að benda á allt þetta sko í þessu sambandi sem bara þingmaður og og áhuga maður að stjórnvöld á hverjum tíma gangi ekki freklega á rétt borgarana, að fyrir þessu þarf að vera að skýra lagaheimildir. Og mér hefur, farsóttarhús komið sérstaklega til umfjöllunar á þinginu í þessu, ég nefndi velferðarnefnd sem ég sat í þegar þetta mál var afgreitt. Og það alveg skýrt í mínum huga að þegar við bættum inn skilgreiningu á farsóttarhúsi í þessu sambandi, að því að menn voru að nota, það var ekki talað farsóttarhús í lögunum, vantaði svona skilgreiningu á því, að þá var öll áhersla nefndarinnar á það að tryggja að stjórnvöld þyrftu að geta tryggt farsóttarhús fyrir þá sem vilja eða hafa ekki önnur hús að vernda. En það var fráleitt nokkuð tíma að tala það að farsóttarhús ætti að vera þannig að það væri þetta skylda fólk til að vera í íslenska borgara eða íslenska þá sem eiga hér heimili í farsóttarhús nema það kæmi auðvitað upp að einhver neitaði sem væri sannarlega smitaður og neitaði að bregðast við, þá þarf auðvitað kannski að grípa til lögreglu valds og færa menn í einhver svo einangrun. Þetta var ekki bara við þessum faraldri heldur öðrum, en þá þarf að liggja fyrir að menn séu sannarlega smitaðir, en að það sé hægt að skylda fólk sem liggur ekki fyrir að sé smitað og kannski engin sérstök ástæð til þess að ætla að það sé smitað. Það ekki nóg að menn komi frá okkur landi þar sem að kannski eins og núna upplýsingar eru óljósar þetta nefnilega ekki bara við lönd sem eru sem eru kallar dökkrauð, það ekki bara við löndin sem eru með mikið nýgengi smita, heldur eru reglurnar hér hafa verið kynntar þannig að þetta líka við fólk sem kemur frá ríkjum þar sem ekki búið að uppfæra nýjustu upplýsingar eða eru ekki upplýsingar til Þetta eru lönd bara eins og, þetta eru flest Evrópulöndin. Spánn og ég man ekki hvort Þýskaland inn í þessu og fleiri ríki sem þannig að þegar Íslendingarnir koma frá Spáni eftir páskana, ekki frá Kanarí reyndar en frá Spáni, að þá verður þeir skyldaðir í sóttvarnarhús. Lagaheimildin, ég hef nú ekki fundið þessa lagaheimild og hef nú kallað eftir upplýsingum það og hef fengið minnisblöðum það og hef ekki einu sinni fundið því stóð í minnisblöðunum að það sé lagaheimild, þótt að það sé skoðun einhverja lögfræðinga í ráðuneytunum að það megi túlka lögin þannig að það sé heimild að skylda fólk í farsóttarhús. Þá það ekki nóg og þaðan af síður það nóg að taka gjald fyrir það vegna þess að gjaldtökuheimildir þurfa að vera afar skýrar í lögum svo hægt sé að byggja á þeim með reglugerð og það ekki í þessu tilviki. Þannig ég hef goldið varhug við þessu fyrirbæri og ekki bara endil út af forminu sko, auðvitað skiptir formið miklu máli í þessu og löggjafinn hafi fjallað þetta en það þó aðalega vegna þess að mér hefur fundist vanta gögn nauðsynina á þessum tímapunkti. Þótt að komi inn 1 eða 2 smit eða 10 smit úr flugvél og allir þeir allir sér hafi einbeittan ásetningum að svindla þessari sóttkví. Það hefur reyndar ekkert verið þannig að það sé mikil brögðaði þótt að sé auðvitað einhver brögðaði. En þá hefur mér fundist vanta gögnum að þetta sé allt í einu svona rosalega brýnt að gera þetta núna. Sérstaklega ljósi þess að menn eru ekki mjög mikið að koma hingað til landsins yfir höfuð. Og ég held að væri þetta að fara aðrar vægari leiðir í þessum efnum til þess að tryggja það að menn sæti þessari skimun og landamærum sem nauðsynlegar. En svo og enn og aftur nefni ég og sérstaklega þetta ljósi þess kannski ekki eins mikið þörf núna þegar búið að bólusetja þennan fjölda sem við erum búin að bólusetja hér á landi. Við getum talað þetta í allan dag og við svo sem tölum þetta mikið í vinnunni. Ég held að sé eins og mjög gott að hafa þig á vaktinni að benda á þessi atriði sem þú varst að fara yfir. Ég ætla nú reyndar ekki að vera ósangjarn upp og segja við gagnrýna á þetta allt en á mjög margt og á mjög málefnalegum forsendum og nauðsynlegum en að þetta nú síðasti
þáttur fyrir páska, það var nú talað um að við ættum öll að vera í jólakúlu fyrir jólin. Nú víst hugmyndin skils mér að vera í páskaeggi. Verður þú í páskaegginu jólin og hverju verða með þér? Já sko, nú ég bara eina af þeim ábyggilega í þessu landi sem að þetta sko plagar mig ekkert rosalega mikið allar sakir. Ég mjög heimakær, ég fer ekki í sumarbústæði og ég bara held mér mínu kjördæmi sem Reykjavíkur kjördæmi og þetta ekkert mjög flókið og fjölskyldan mín ekki stór en við hittumst og höfum alltaf gert það og það enginn þar svo sóttættu pabbi minn nú 87 búin að fá bólusetningu, báðar þessar bólusetningar svo hann í góðum gír. En við erum bara fjölskyldan, fámenn fjölskylda þannig að við hittumst og látum engan segja okkur neitt annað með það. Þannig að við verðum bara ég verð heima og ætla svo sannarlega ekki að vera í einu eggi en ég ætla að setja eggið ofan í mig. Akkurat, takk hérlega fyrir komuna í Pólitíkina Sigríður á Andersen og ég óska þér og hlustendum og áhorfendum okkar á YouTube gleðilegra páska. Já, sömuleiðis, já, takk.